Góðan dag, kæru fundamenn og fundagestir. Við erum hér í Holti á Mýrum í dag og í dag heldur við fund bæjarstjórnar, 311. fund bæjarstjórnar sveitarfélaginu Hornafirði og ég býtti nú við. Ég var ekki tilbúin með hamarinn og setjum við þennan fund. Svona. Við göngum til dagskrár, en fundin sitja Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Skúli Ingólfsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Guðrún Stefánía Voppfjörð Ingólfsdóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, ásamt Bryndísi Bjarnason og Sigurjóni Andrésinni. Fyrsta mál á dagskrá fundagerð bæjarráðs, númer 1084, og ég opna hér á menn vilja taka til máls undir þessari fundagerð. Ásgerður, gjörðu svo vel. Já, þarna hún líka. Þið eru svo langt í burtu, sé ykkur ekki. Fyrirgefðu. Já, sko. Forseti, ágætu fundamenn. Mig langar að tala hér lið 10 í fundagerð bæjarráðs. Það fundagerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Undir fundinum 6 fundagerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fundagerðir funda sem haldnir voru á tímabilinu 17. mars til 28. apríl nú í ár. Fjöldi funda á þessum tímabili óvenju mikill sem að helgast af því að það var í ferli ráðning á nýjum framkvæmdastjóra sambandsins, auk þess að vinna var við gerð kjarasamninga. En ég vil nota tækifæri hér og þakka fráfarandi framkvæmdastjóra sambandsins, Karli Björnssyni, sem látið hefur á störfum fyrir mjög gott samstarfi gegnum árin. Karl starfaði á vettvangi sveitarstjórnarmála allan sinn starfsferil og náði að starfa með honum sem kjörinn fulltrúi, bæjarstjóri og svo á vettvangi stjórnar sambandsins. Og ég bara vil endurtaka kæra þakkir til Karls fyrir frábært samstarf. En samhliða vil ég bjóða Arnar Þór Sævarsson velkominn sem nýjan framkvæmdastjóra sambandsins. Arnar hefur góða þekkingu á starfsemi sveitarstjórnarstigsins. Hann fyrrverandi bæjarstjóri Blönduósbæjar en hefur einnig góða þekkingu á samstarfi ríkis og sveitarfélaga, þar sem hann hefur verið aðstofamaður ráðherra frá árinu 2019 og komið að fjölmörgum málum sem snerta sveitarfélagin beint og ekki von á síðara samstarfi við Arnar Þór sem framkvæmdastjóra sambandsins. Bara koma þessu að hér og bjóða Arnar velkominn. Síðan það í stjórn Nýheima þekkingarsetur. Þar eru 2 fundagerðir lagðar fram til kynningar. Þar verið að bóka samtal milli Nýheima þekkingarseturs og SAS í annarri fundagerðinni. Fundagerð númer 142. En það búið að vera í gangi ferli endurnýjunar samstarfssamninga milli SAS og samstarfsaðila á Suðurlandi. Það hefur verið atvinnuþróunarfulltrúar SAS hjá þessum aðilum eins og Nýheima þekkingarsetri. Nú hefur þessu verið breytt í byggðaþróunarfulltrúa og okkur verið að breyta nafn og hver er breytingin í rauninni. Það þannig að byggðaþróunarfulltrúi mun starfa meira á svæðisvísu. Atvinnuþróunarfulltrúarnir störfi meira þvert á landshlutann, en nú verið að breyta þessu þannig að byggðaþróunarfulltrúinn hann sé vakandi fyrir nýsköpun og tækifæri í samfélaginu sem hann starfar og sé fólki til aðstoðar við það að koma sínum verkefnum á framfæri og frá þróun og annað slíkt í því. Hún, Guðrún Ásdís Sturlaugsdóttir, hefur gegnt starfi atvinnuþróunarfulltrúa hjá Nýheima þekkingarsetri, en hún mun láta störfin þar og þetta starf sem var fullt starf fer niður í 50% stöðugildi. En það bara ánægjulegt að segja frá því að Guðrún Ásdís mun verða starfsmaður SAS, færist þar yfir og heldur þar fullu stöðugildi. Þannig að þessu breyting í rauninni að byggðaþróunarfulltrúinn verði 50% og breyting á starfinu mun fyrir okkar samfélag því að það verður 1,5 stöðugildi á svæðinu tengslum við SAS frekar heldur en 1.
Þannig að já, þetta var það sem ég ætla að hafa orð á hér allavega í fyrstu atriðinu. Þakkum Ásgerði fyrir. Og nú ætlar hún Eyrún að fá að stíga á stokk. Svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar kannski byrja á því að taka undir með Ásgerði. Kynni mín á honum Karli sem framkvæmdastjóri sambandsins, þau hafa verið stutt en mjög ánægjuleg og bara tek undir orð hennar að við bjóðum hann hjartanlega, eða kveðjum hann og bjóðum Arnar Þór hjartanlega velkominn til starfa. En mér langaði aðeins að ræða hérna lið 5 undir þessari fundargerð sem varðandi íbúakosningu. Því að nú loksins komið að því að þessi íbúakosning komið til framkvæmda og verður framkvæmd frá og með næsta mánudegi þann 19. júní og fram til 10. júlí. Skipulagið sem að ræða var samþykkt þó fyrir 2 árum, 12. maí 2021 og kosningin mun snúast hvort að það skipulag eigi að halda gildi sínu. Spurningin þá, samþykkir þú að breyting á aðaldeiliskipulagi þéttingu byggðar haldi gildi sínu og þau sem eru það munu því kjósa já. Mér langar líka að vekja því að þetta í fyrsta sinn sem að íbúar í rauninni á landsvísu á aldrinum 16 til 18 ára mega fá að kjósa í opinberum kosningum eftir minni allra bestu vitneskju. Þetta líka mjög skemmtilegt að vera fyrsta sveitarfélagi til þess að gera þetta í ljósi þess að við vorum einnig fyrst að halda skuggakosningar fyrir þó nokkrum árum. Þetta styður líka við innleiðingarferli sveitarfélagsins á verkefninu Barnvænt sveitarfélag þar sem markmið að efla börn og unglinga til þátttöku í sínu samfélagi og lýðræðissamfélaginu. Þannig bara til hamingju við öll með þetta. Takk fyrir þetta Eyrún. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Í fundargerð bæjarstjórnar númer 1084. Fleiri? Nei, þá ætla ég að bera hana upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykki virðast gefa merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við lið númer 2 sem fundur bæjarráðs 1085 og undir honum eru ýmsar fundargerðir ef ég man þetta rétt. Það opið fyrir dagskrá þeir sem vilja ræða þar eitthvað þar. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nú ánægjulegt að hér hvert bæjarráðsfundargerðin og fætur annar málefni SAS til umræðu. Þannig að formaður SAS getur vakið athygli á þeim. En mig langar til þess að vekja athygli á því undir lið 5, fundargerð stjórnar SAS, að vekja athygli á því að undirbúningur hafinn fyrir ársþing SAS sem verður haldið í Vík í Mýrdal í október næstkomandi. Í fundargerð 595 rætt undirbúning fyrir starfsemi milliþinganefnda og ég vil hvetja það bæjarfulltrúa sem hér inni og munu mæta á þingið eru skráðir að taka þátt í starfi nefndana. Það hefur verið svona upp og ofan hvort að okkur öllum skipti í nefndir og hvort að fólk að taka þátt. En það mjög mikilvægt að sem flesti taki þátt og ekki síst sveitarfélagi eins og okkar sem langt úr hringið samstarfsins á vesturkantinum að við tökum þátt og hafum áhrif á það vinnu sem verður lögð fyrir þingið í haust. Eitt líka það hefur verið kallað, það var sent erindi frá samgöngunefnd SAS til sveitarfélagsins fyrir einhverjum vikum síðan. þar sem eru raðfram spurningar sem eru á að nýta í endurskoðun á samgönguáætlun SAS. Bréfið var sent á 2 netföng sveitarfélaginu, bæjarstjóra og upplýsinga og gæðastjóra, en hefur ekki komið inn á borð bæjarráðs, og það bara mjög mikilvægt að við tökum þetta fyrir og svörum þessum spurningum og leggjum inn í púkið, því að án þess að við tökum þetta fyrir þá náttúrulega komast okkar sjónarmið ekki inn í þá vinnu. Og ég vil vekja athygli á því líka að það verður kallað eftir fulltrúa inn í samgöngunefnd fyrr heldur en aðra nefndir, þar sem að það svona svolítið meiri vinna sem verður unnin þar, og þar þurfum við að velja fulltrúa til setu sem tilbúin til að taka þátt í vinnu nefndarinnar. Takk Ásgeir fyrir þetta.
Fleiri sem vilja taka til máls í fundargerðinni, fundur 1085. Svo ekki, þá ætla ég að bera hann upp til atkvæða, þeir sem eru henni samþykki vilsast gefa merki. Hún sagði þetta með 7. Þá förum við í fund bæjarráðs númer 1086. Þar undir eru meðal annars fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 58 og fræðslu- og frístundanefndar númer 101 á samt öðrum málum. Hver vil ríða vaðið? Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gaman að vera hérna með ykkur í einu af okkar glæsilegu félagsheimilum hérna í Holti. Mér finnst þetta góður siður að taka þessum fundi út í dreifbýlinu hjá okkur. En mér langaði að taka aðeins til máls undir þarna Bæjar- og Hornafjarðar 1086. Þetta er annar liður, fræðslu- og frístundanefnd og undir þriðja lið þar verið aðeins, ég ætla að nýta tækifærið tengt íþróttamannvirkjum og af því að það hefur nú verið mikil umræða hjá okkur uppbyggingu íþróttamannvirkja og má segja að það sé beðið eftir forgangsröðun frá okkur og við eigum bæjarfulltrúar eiga sem sagt vinnufund saman á morgun þar sem við förum í gegnum þá vinnu sem hefur verið lögð í þarfagreiningu undanfarið og mjög fljótlega þá munum við koma með forgangsröðun en auðvitað verða ekki teknar kannski ákvarðanir uppbyggingu 1, 2 og 3. Fyrst þurfum við nú að sjá hvernig reksturinn gengur og árið kemur út hjá okkur en það er bara gleðilegt að forgangsröðun verður birt mjög fljótlega. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Hjördís, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að segja þetta nokkur orðum lið 4 sem íbúðaráð. Mér finnst virkilega gaman að sjá þær umsóknir sem hafa borist frá fólki sem hefur áhuga að taka þátt í þessu tilraunaverkefni. Stofnun íbúðaráðs hugmynd sem kom upp þegar frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins voru svona á rúndinum og í umræðum fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar og þessari hugmynd var strax mjög vel tekið á íbúafundum fyrir kosningar og eins núna eins og sjá má bara á umsóknum og fyrirspurnum verkefnið. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og KEX lagði áherslu á að hrinda þessu framkvæmd snemma á kjörtímabilinu og ég held ég geti tala fyrir alla að við erum bara mjög spennt að sjá hvernig vinnan mun þróast í þessu verkefni og svo bara segja að lokum hvað er gaman að tala svona íbúðaráð þegar við erum að nota Holt á Mýrum sem við ættum að auðvitað að gera oftar. Takk fyrir Hjördís, ég get ekki undir þetta allt, hvert orð. Fleiri sem vilja taka til máls, Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég ætla kannski bara að byrja að taka undir með það hvað er gaman að vera í Holti og hvað við erum búin að gera á síðustu kjörtímabilinu mikið fyrir húsið. Þannig að hér sé hægt að hafa svona fundi en þetta væri frábært að hafa netkerfi, fjarskiptakerfi hérna sem væri bara uppi en eðlilega húsið ekki mikið nota þannig að það væri kannski berið í bakkafullan lagin að væri allt tilbúið bara þegar við komum kannski einu svona ári eða jafnvel sjaldnar. En mig langar að tala hér nokkur mál og ég ætla að byrja á fyrsta liða sem umhverfis- og skipulagsnefnd, fundi 58 og það undir lið 8 og reyndar fleirum hérna. Mig langar að vekja athygli á aðstæðum tengdum hæfi í nefndinni á þessum fundi. Þetta er annars vegar 2 mál varða Vatnajökulsþjóðgarð og svo annað mál tengt einstaklingum. Það fyrsta mál, hérna 8, stöðuleyfisumsókn, Jökulsárlón, salernisgámar. Það víkja 2 nefndarmenn að fundi, formaður sem starfsmaður þjóðgarðsins og maki umsóknaraðila. Síðan máli 13, þar sem fjallaði skógræktaráform í landi Selbakka, það víkja 2 nefndarmenn að fundi, báðir eru starfsmenn þjóðgarðsins. Eftir sitja 3 nefndarmenn sem að afgreiða málin
en ekki þeir sömu hvoru sinni. Það sem ég vil vekja athygli á er að skoða þarf og leiðbeina varðandi vanhæfi í afgreiðslu mála. Það að víkja að fundi er ekki sjálfstæður réttur hvers og eins ef hann vill ekki taka þátt í afgreiðslu mála. Ég legg til að það verði fengin sérstakt námskeið fyrir kjörnafulltrúa og nefndafólk það hvenær vanhæfi á við. Sem dæmi til samanburðar við það að starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs víki undir öllum málum sem að tengjast þjóðgarðinum, það vætti formaður bæjarráðs að víkja í hvert sinn sem kæmi upp umræða mál tengjast grunnskóla Hornafjarðar. Og ég er ekki sammálaði og það er bara að það eiga ekkert öll mál við þannig að þú sért vanhæfur. Og það á ekki að þurfa að víkja að fundi undir erindi þar sem maki sækir vinnu sinna vegna, en erindi hefur ekkert áhrif á heimilishaldið. Og það er forvitnilegt að sjá að það er einn starfsmaður þjóðgarðsins sem situr undir umfjöllun salernisskám en ekki skógrækt. Og þannig að þetta er svona, og ég segjandi það hér að það náttúrulega hefði verið, fundurinn hefði ekki getað ályktað salerniskáminn ef að 3 hefði farið fram og 2 hefði setið eftir. Þannig að þetta er svolítið henduleika þarna. En það á ekki að vera auðvelt að fría sig frá ákvarðanatöku með því að víkja að fundi. Ef viðkomandi hefur ekki komið að undirbúningi máls og það hefur ekki áhrif á persónulegan hag eða starf viðkomandi, það á hann að taka þátt í afgreiðslu málsins í mínu skilningi. Í lið 11 í þessari fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar það víkur við nefndamaður sem að fjölskyldutengsl við grennd, aðila í grennd, en eftir því sem ég best veit aðeins tengdur, sem tengdasonur bróður sem býr í grennd. Og þá er önnur vangavelta, hvenær, það er vinátta líka til staða, hvenær byrja vinátta að telja sem vanhæfi? Er það þegar við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir eins og hafna erindi, þá er þetta betra að þurfa ekki að taka þátt í því að þá er vinurinn ekki fúll. Og nú er ég ekki að tala ég er bara að tala almennt þessi mál, sem bara kristallast í þessari fundagerð. Í litlu samfélagi geta margir verið vinimanns eða tengdir sem systkini tengdafólks eða annars líks, þannig að þá getur þetta verið stórt mengi sem að ef við ætlum að hafa þessa nálægð sem er notið í þessari fundagerð eða þessum fundi. Við verðum að vinna með þessi mál og fræða þau þannig að kjörið nefndafólk taki ábyrgð og þurfi ekki að víkja að fundi við minnstu tengsl. Annað sem ég vil tala hér í þessari fundagerð er lið 10, það er byggingarleyfis umsókn, álalegri 5. Og þar vil ég vekja athygli á grenndarkynningu. Þannig er ákveðið 7. mars að fara í grenndarkynningu, en grenndarkynningin stendur yfir frá 4. apríl til 5. maí 2023. Vekja athygli á því að það er mánuður frá því að þetta er afgreitt í nefndinni þangað til að grenndarkynningin hefst, sem að mér finnst óeðlilegu tími. Og ég ætla að vona að við séum að vegferð til rafrænnar grenndarkynningar, þar sem að líka er þannig að póstur innan bæjar á Höfn tekur bara 7 til 14 daga að berast ef ekki lengur á milli húsa. Og þarna erum við bara, ef það tekur mánuð að fara í grenndarkynninguna og þá er stimplað bréfið og þarna til dæmis 4. apríl er mánudagur fyrir páska. Þannig að bréfið tekur örugglega 10 daga að komast til þess sem að fjalla það. Þannig að þetta er bara, og nú tekið þetta, það sem þetta er í þessari fundagerð tekið þetta fyrir, en það eru fleiri mál sem hafa verið í grenndarkynningum sem hefur tekið óra tíma að fara í gegnum ferlið og fólk að spyrja upplýsinga og fær ekki réttar upplýsinga af því að fólk heldur að þetta sé þetta bara löngu farið og annað slíkt. Þannig að það er ekki til fyrirmyndar hjá okkur. Það er fræðsla frístundanefnd er hér annar liður á dagskrá og ég má til með að aðeins að ég er fjallin lið 3 sem er vallastjórnin og bara kannski slá á létta strengi í þetta gervigrasmálefni og öðru slíku og benda það að Gylfi Sigurðsson vil bara spila á grasi. Þannig að það er ýmislegt sem það er erfitt að fara þann veg sem að allir vilja, en svona er þetta bara. Einleiðing á barnvæni sveitarfélagi, 5. liður á dagskrá hér í fræðslu og frístundanefnd. Þar er verið að kynna og bara frábært að það er bara gangur í þessu máli núna, í einleiðingarmálinu. En ég
vil bara vekja athygli á því að það talaði hérna kjörnir fulltrúar og starfsmenn eiga að fá ákveðna fræðslu og það virðist hafa eitthvað glutrast á milli aðila hvernig það á að vera. Við sem hér sittum, sem erum kjörnir fulltrúar, sem skipum bæjarstjórn, við eigum að kynna okkur ákveðna þætti. Fyrir 2 mánuðum, hvað slíkt, þá var að fá vitni formann bæjarráðs sem að ætlaði að fara með okkur í þessa fræðslu því að það þarf að sanna það að við höfum farið í gegnum fræðsluna. Þegar ég fór að kynna mér þetta og þá kannaðist það sendi enginn út ykkur á linka, maður fann þetta ekki og starfsmaður verkefnisins bara hélt að þessi gerði þetta, hinn gerði þetta eða annars slíkt. Þannig að mér langar til þess að við höldum nú dampi í þessu að þessi tekið bara föstum tökum utan þessi mál og við þó að við myndum eyða einhverjum klukkutíma sama í það að fara hraðspóli gegnum, fyrir lengri tíma. En þetta er góð vinna og þetta er vinna sem við þurfum að hafa í huga og nota í okkar starfi þannig að við skulum gera þetta vel. Eitt til viðbótar það er í fundargerð bæjarráðs nr. 5 áskýrsla slökkvilistjóra fyrir árið 2021-2022. Hún er lögð fram hér til kynningar fyrir bæjarráð og þegar ég var að lesa yfir þetta, þá var ein vangaveltan sem ég langar til að leggja hérna fram til umhugsunar. Í skýrslunni tala bæði brunavarnir Austur-Skaftafellssýslu, slökkvilið Hornafjarðar og svo Öræfin. Og ég verð nú bara að viðurkenna það að maður er nú ekki alltaf að spekulera á mikið í hlutanum og ég er búin að hafa svo sem nægan tíma, 13 ári í bæjarstjórn, en ég velti fyrir mér hvað heitir slökkvilið. Er það brunavarnir Austur-Skaftafellssýslu? Er það slökkvilið Hornafjarðar? Hvar eru Öræfin inn í þessu máli? Því að stundum erum við að tala slökkvilið Hornafjarðar og það er allt og stundum brunavarnar og mér bara kannski ágætt eftir 13 ára að vera komin að þessu að það sé fínt að fara að búa til einhverja eina línu. Þannig við vitum hvað er hvað og hversu hvers í þessu máli. Lesju bara örsnögt útboðstækkun leikskóla í Hornafirði. Það máli tekið fyrir 25. maí en hefur ekki enn komið aftur til umræðu í bæjarráði og þannig að ég velti fyrir mér hvað á að fara að gera eitthvað í þessu máli á þessu ári. Það átti eitthvað að hugsa hvernig væri ráð að gera þetta en það hefur ekkert heyrt frá 25. maí. Já. Takk fyrir þetta Ásgerður, það var fullt af ábendingu sem við fengum hérna, þannig að ég ætla að vona að menn hafi punktað þetta allt saman hjá sér. Ég ætla bara að benda á það að ég er ekki á Facebook eða eitthvað í símanum af því að ég kemst ekki inn í tölvuna mína, þannig að ég er að lesa fundargerðirnar í símanum. En fleiri sem vilja taka til máls, já, Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég hafði því miður ekki undan að skrifa niður alla góðu punktana sem kom fram, en það voru þetta fjölmargir liðir sem Ásgerður fór vel yfir. Ég tek heilshugar undir það að í smá samfélagi ættum við öll mjög reglulega að staldra við og ræða eins hvenær við erum hæf og hvenær ekki af því að leiðir okkar skarast á mjög mörgum stöðum og ég held að sé bara mjög gott að við tökum þessu umræðu og vil þakka Ásgerði kærlega fyrir ábendinguna. Svo var ég að reyna að muna meira. Barnvænt sveitarfélag. Ég er vissulega í þeim hópi og ætlaði að stýra þessari vinnu og leiða áfram. Því miður þá þurfti ég að fara í veikindaleyfi vegna álags og því stoppaði aðeins og vinna. En ég tek þetta á orðinu og mun boða bara bæjarstjórn á einhvern opboðslega skemmtilegan barnvænan vinnufund sem allra fyrst, þar sem við getum öll fengið sömu fínu vottorð sem sýna fram á við höfum sinnt þessari vinnu. Hingað til þá er Ásgerður einmitt eini bæjarfulltrúin sem hefur sýnt fram á það að hún hafi kíkt á þetta og kynnt sér þetta og bara færi henni mestu þakkir fyrir það. Og ætla að sé ekki ágætt að við komumst að eitthvað slökkvilið heitir formlega. Mjög gott verkefni. En takk hérlega fyrir. Eyrún, Hjördís, þú beðum orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara aðeins að blanda mér í þessu umræðu með hæfi. Mér finnst þetta virkilega áhugaverður punktur, en það eru við í litlu samfélagi sem að bara rosalega margir, ég og fleiri erum með mjög marga hatta sko. Mér langaði bara aðeins að nefna út að ég sjálf náttúrulega lendi í þessu í tengslu við kosningarnar. Þá var ég mjög hávært sökuð vanhæfi til þess að
sem sagt starfa hér í bæjarstjórn eða nefndum þar sem ég er líka starfsmaður Ráðhús sem að kom svo í ljós eins og ég vissi fyrirfram að það bara skarast ekki á neinn hátt við hvort annað, þú veist bara ekkert yfir höfuð. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert að þetta sé komið upp og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt einmitt að ef það er í boði að við lærum betur einmitt hvenær eru við hæf, hvenær eru við vanhæf. Þú veist, við þekkjum öll fólk, við erum öll skild öllum, gamli vinnufélagar, allt þetta sko, eins og við bara öll þekkjum. Þannig ég persónulega væri mjög mikið til í að læra nákvæmlega til þess að fara eftir reglunum, hvenær maður er vanhæfur og hvenær maður er það ekki. Mér finnst það bara ótrúlega mikilvægt í þessu. Og svo svona á léttunótunum líka, að þá langaði maður að nefna í Ráðhúsinu, þá erum við að fara að leggja gervigras á nýja Ráðhústorgið sem er verið að búa til fyrir aftan þar sem við erum búin að loka bílastæðinu. Svona í allri umræðu, þeirri háværu umræðu gervigras, þá verður það komið fyrir helgi á Ráðhústorgið. Já, þetta tíðindi. Sigurjón, gjörðu svo vel. Já, það er tengt svona pop-up torgið þetta gervigras. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég lagði til að þeirri sett motocrossbraut þarna í milli en það var ekki samþykkt. Þetta var grín. Heyrðu, hérna komu góðir punktar fram. Ég vil taka boltan aðeins varðandi hæfi og hvenær maður á að víkja. Og þetta er mjög áhugavert og ég held að þessi hugmynd með að ræða þetta og fara yfir reglurnar og samræma og vera betur upplýst sé til bóta. Sem dæmi að þá þar sem ég er í stjórn þjóðgarðsins og í svæðisráði að þá hefur þetta verið mjög mikið til umræðu þar og þar höfum við fengið ítarleg námskeið hjá lögfræðingi þjóðgarðsins og starfsfólkinu þar þetta. Og ég held að þetta væri mjög til bóta og það er auðvitað er þetta ekki alveg klift og skorið hvernig þetta er en það væri afskaplega gott að ræða þetta okkar á milli og vera með svona sameiginlegan skilning á þessu eins með náttúrulega ekki bara tala bæjarstjórn heldur nefndafólkið og námskeið þarna. Aðeins varðandi síðan ætla ég aðeins að svara út af þessari grenndarkynningu, það er náttúrulega ekki gott ef að það er verið að samþykkja að það líður mánuður áður en að gögn eru farin út. Það er bara óásættalegt og verður að laga. Þannig að ég hef nú ekki annað að segja en það. Ég held að Gylfi sé of dýr fyrir Sindra, jafnvel þó að við myndum tífalda styrkin, en ágætis hugmynd, Ásgerður. Og gaman líka hvernig þú ert að halda á lofti fyrir okkur þessu barnvæna sveitarfélagi og þessum málum. Þetta er gríðarlega mikilvægt og við þurfum að standa okkur þar. Ég hélt alltaf að slökkviliðið héti Slökkvilið Hornafjarðar. Lógóið er Slökkvilið Hornafjarðar en þið kannski leiðréttið mig ef að það er eitthvað öðruvísi en það þarf að vera samræmi í þessu. Síðan varðandi leikskólan að þá eins og við vitum eða það er þetta að upplýsa það hér fyrir þá sem eru að hlusta að þá fengum við ekki tilboð í verkið á stækkun leikskóla sem var mjög miður og það sem við erum að skoða núna og vorum að vinna í dag með hönnuðum að skoða það hvort að við getum tekið lóðarframkvæmdirnar út úr verkinu og reyna að framkvæma það í sumar og fara síðan með bygginguna sjálfa aftur í útboð í haust. Þannig að við tefjumst nú ekki meira en nauðsynlegt er á þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Heldur séum ennþá í fundi 1086, er það ekki rétt að mér? Flott. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins til viðbótar út á umræðinu hæfið að þá
það sem ég er að reyna að benda á er að við erum sjaldnar sko, vanhæf heldur en þú veist þetta með vináttuna og tengslinn og það allt saman sko, að það er bara oft væri rosalega, sko maður er að bjóða sig fram í að vera bæjarfulltrúi, taka alls konar ákvarðanir, sumar skemmtilegar, aðrar bara ógeðslega erfiðar og það getur snertið eitthvað sem er vinnumanns og þá bara verður maður að býta á jaxlinn og bara þú veist ég er að horfa á heildamynd fyrir sveitafélagið en ekki annað. Þannig að en þetta er sko þú veist ég held að það væri bara rosalega gott og ég bara ánægð með að þið takið bara vel undir það að við förum betur í þetta og að þetta sé svona við séum að gangi takt því að eðlilega fólk sem að er að starfa í nefndum var kannski ekkert að bjóða sig fram til setu í bæjarstjórn var en er bara kalla til þegar að niðurstöðu kosninga liggja fyrir og er allt í einu komin að staða í nefnd og fara að taka ákvarðanir alls konar að það svona kannski er óöruggt og það er bara eðlilegt og bara gott að fara yfir það. Síðan er annað sem að bæjarfulltrúinn Hjördís kom inn á varðandi störfin og ég held að það sé líka bara rosalega gott að fara í gegnum það bara hvaða störf í ráðhúsinu og bara í sko, þessu svona nánasta kresi eru þá þannig að það er ekki æskilegt að fólk sé að bjóða sig fram að sitja í nefndum og annars líka og af hverju. Þú veist að það sé til eitthvað pappír það og þetta var gerðir ákveðin gögnu það hvernig skildur kjörna fulltrúa, ég man ekki hvaða sem að maður sé maður starfsmaður að maður sé ekki að nýta þekkingu sem maður færi gegnum starfi sitt til í vinnuna sem kjörinn fulltrúi og ég get bara ekki ímyndað mér annað en að það sé svolítið snúið sem sá sem að tekur á móti öllum erindum sem koma inn í ráðhúsið bara þú veist er með opið allt nema kannski lokuð trúnaðarmál í gagnakerfi ráðhúsins að stundum í amstri dagsins þegar fólk er að sinna fleiri en einu og fleiri en tveimur kannski störfum að skrýna þarna milli, þú veist að því að maður stundum ekki hvað maður sagði á þessum fundi en ekki hinum sko, við hvernig maður var að tala og annað slíkt, að hvar þekkingin sko, er það því ég tók á móti þessu erindi og laði það fram að það sé, þá veit ég þetta eða veit ég þetta að því að ég satt einhvern fund þar sem að þetta kom fram, þannig að ég held þetta sé svolítið snúið og ég bara það ástæði því ef að það bara ekkert mál að vinna með svoleiðis svona skipt mál. En ég held að þetta sé bara líka svo að þetta sé ekki að gerast kannski einhverja vikur fyrir kosningar og annað slíkt að við förum í þessa vinnu, starfsmenn eða hvernig sem það er, aðeins að skrýna, ég meina hvar er það sem að, því það er ekki bara sviðstjórastöðuna, það er annað sem að líka kannski skarast þarna og þá er fólk sem meðvitað það, hvernig það er þegar það mætir svo upp á dekk sem er bara frábært að fólk sé tilbúið að vinna sem vinnu en þú veist það er gott að vita líka hverju maður gengur. Takk fyrir þetta Ásgerður. Fleiri sem vilja taka til máls. Björgvin, gjör svo vel. Forseti, góðir fundamenn, ég ætla svona bara að taka heilsugar undir þessar undir það að við skoðum þetta rækilega í rauninni, hvenær menn eru vanhæfir og hvenær ekki og ég veit að það er bara gott fyrir okkur öll, hver sem það er. Og ég veit að stundum hefur maður verið í vafa og þá hefur stundum verið sagt við mann sko ef þú ert í vafa þá skaltu víkja, en það er ekki endilega besta lausnin og kannski menn sumir hafa verið að taka það kannski of bókstaflega, þannig að það er bara fínt held ég fyrir okkur öll að fara betur yfir þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Björgvin. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum fundargerð bæjarráðs 1086. Svo er ekki þá ætla ég að bera hana upp til atkvæða þeir sem eru henni samþykkir, gjör svo vel að gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við í næsta lið sem er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar 1087 og undir þeim fundi eru fundargerðir atvinnu- og menningarmálanefndar nr. 52, fundargerð hafnarstjórnar Hornafjarðar nr. 256 og almannavarna nr. 67. Orðið laust, gjör svo vel Sigurjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Mér langar til þess að taka aðeins til máls undir hafnarstjórnar fundagerðinni og á þeim fundi var verið að ræða eins og öðrum fundum undanfarið stöðuna á Greinslónum og ég vildi bara fagna því hérna að það sé komin að það sé búið að eyða mestu óvissunni sem að tengist dýpkun á Greinslónum og fagna því að hérna Vegagerðin og Innviðaráðuneytið hafi tekið af skarið og það eigi að vera staðsett hér í Hornafirði dýpkunarskip næsta vetur ásamt því að það verður fjárfest í hérna búnaði sem að mun gefa nákvæma dýpkun þannig að við getum fylgst vel með því og tryggja áframhaldandi rannsóknir á Greinslónum. Þetta er bara mikið gleðiefni til þess að okkar öflugustu fyrirtæki geti haldið sínu plani og farið í sína uppbyggingu. Þannig að ég vildi bara nefna þetta. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón, við erum í fundagerð 1087. Fleiri sem vil taka það máls, Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér eru nokkur atriði fyrst í atvinnu- og menningarmálanefnd. Þar er það 4. liður sem er Vatnajökulsþjóðgarður, fundagerðir stjórnar og svæðisráðs. Þar langar mig að spyrja formann svæðisráðs hvort að gjaldtaka sé hafin á Breiðamerkursandi. Stóð til að hún hefðist 1. júní. Við misgóðar undirtektir bara landsmanna, en það er annar mál, en bara hvort að hún sé hafin. Og svo langar mig að bara benda á þar að því að í þessari fundagerð hér er almannavarnanefnd og það er verið að ræða innviði og annað slíkt, að þá held ég að við ættum að hvetja ríkið til þess að manna betur þjóðgarðinn. Ekki síst í ljósi, betur þá meina ég með fleiri landvörðu, ekki það sé ekki nóg gott fólk sem að vinnur þar. Allt í einu datt ykkur púki á öxlina mér og mætti skilja þannig. En í ljósi vaxandi fjölda ferðamanna og álags á innviðisvæðisins. Og ég held að það sé ekki vitlaust að þjóðgarðurinn og kannski þann með öryggisfulltrúa sem hugar að velferð gesta í þjóðgarðinum, ég veit það ekki, þið kannski getið uppfrætt mig það. Annað varðandi annan leið hafnarstjórn að þá tek ég bara undir með bæjarstjóra að fagna þeirri tilkynningu sem kom frá innviðaráðuneytinu að það verði dýpkun á Greinslónum í vetur og við veit að fólki finnst sitt hvað þetta en það er allavega tilraunarinnar virði og vonandi gengur það upp en þá ef að þessi lausn sem að er stefnt núna ef að hún er ekki nógu góð þá þarf að hugsa málið áfram og ég veit að það eru allir velviljaðir í það átt. Varðandi 3. lið þá almannavarnanefnd þar er inni liður þar sem er talað innviði og þá athyglinni beint að öðránum sem að svo sem ekki vanþörf á en ég held að við þurfum að víkka og við gerðum það þessi bæraði víkkuðum aðeins bókunina en ég minnst hún ekki samt nógu víð og en þetta verður sérmál hér síðar á dagskráni og með ákveðna tillögu að bókun þar. Varðandi lið 6, félagslegt leiguhúsnæði, þar vil ég þakka yfirferð sviðsstjóra velferðarsviðs yfir þessi íbúðarmál og vill bara ítreka það í september síðastlið óskaði bæjarráð eftir því að hafa yrði samtal við óhagnaðardrifin leigufélög í eigu ríkisins kaup á eignum í eigu sveitarfélagsins, svo koma megi upp leigumarkaði á eðlilegum forsendum í sveitarfélaginu. Eftir því sem maður heyrir þá hefur það samtal enn ekki átt sér stað og það er bagalegt að það hafi ekki farið af stað því að við gerum okkur grein fyrir því held ég flest að þegar samtalið hefst að þá gera hlutirnir ekki 1, 2 og 3 að þetta tekur allt óhemjulangan tíma og er mjög bara bagalegt hvernig þessi skilaboð hafa einhvern veginn ekki ratað rétta leið og eða bara í þetta samtal.
Síðan varandi lið 7 samningum samræmda móttöku flóttafólks, þá það erindi sem við kölluðum eftir í tengslum við það að komu hér flóttamenn eða var undirritað samningur í janúar, síðastliðinn 13. janúar, en bæjarráð hafði ekki verið upplýst hvernig þetta færi allt saman fram, en ég vil þakka fyrir þessa kynningu sem fór fram á þessu verkefni. Og það er mjög mikilvægt að kjörnir fulltrúar séu vel upplýstir málefni, svo sem móttöku flóttafólks, sem bara stórt mál fyrir okkar sveitarfélag og bara landið, en betra seint en ekki. Þetta verkefni auðvitað ekki einsmannsverk, en það mjög mikilvægt að sé haldið vel utan það og verkefnistjórinn hefur staðið sig alveg frábærlega og bara takk fyrir það. En ég vil einnig bara taka þeim fjölmörgu íbúum, ungum jafnt sem öldnum, sem hafa tekið vel á móti flóttafólkinu. Það bara alveg ótrúlegt að sjá hvað samfélagið hefur tekið utan þessa einstaklinga og það bara algjörlega frábært. Annað ætla ég bara að geyma til næsta fundar. Ætlum við ekki að vera lengi á allt? Nóttin ung, björt hér á Mýrunum. Fleiri sem vilja taka til máls, Sigrún gjör svo vel. Hjördís, já. Forseti, bæjarfulltrúar, við langar að svona varandi Vatnajökulsþjóðgarðinn fyrst, þá tek ég nú undir þetta með mönnunina, það að segja að það þarf að styrkja þjóðgarðinn enn og ég held að gjaldtaka sé ekki hafin, en ég ekki alveg viss. Síðast ég vissi þá var hún bara að fara í gang og það var í síðustu viku. Og þannig að við erum að vinna því og það búið að vinna því hörðum höndum með þjónustuaðila þar síðan varðandi það sem að bæjarráð vildi skoða, að það að segja að við myndum selja þá eitthvað af okkar eignum inn í óhagnaðardrifið leigufélag og við höfum verið að vinna þess aðeins og við erum að skoða núna, við höfum náttúrulega verið að vinna í því að reyna að selja eignir hjá okkur og okkur langar til þess að skoða núna hvort að við getum mögulega selt Bjarnarhólinn þá inn í Brák eða Bríett og koma með einhverja tillögur í þeim efnum fljótlega. Takk fyrir. Gjör svo vel, Hjördís mín, fyrirgefðu þig. Svo skal ég bjóða fleirum að. Já, forseti og góð fundamenn. Herði, mér langar að ræða humarhátíð, undir atvinnu- og menningarmálanefnd. Það náttúrulega bara mjög ánægð með að sjá þetta fólk sem eða alla þessa einstaklingar sem buðu sig fram í að vera í humarhátíðanefnd og skipuleggja og halda utan allt þetta á þessu ári. Og umræðin í samfélaginu og alveg sannarlega hjá okkur í atvinnu- og menningarmálanefnd að mikilvægt sé að hátíðin haldi áfram. Hún bara fastur liður svona í sumarstarfinu, menningarviðburðum í sveitarfélaginu og það vilja bara allir að hún haldi áfram og það mikilvægt að það sé einhverjir sem að taka vinnuna að sér, það sé einhver rammi til utan þetta þannig að hún sé, við svona getum gengið að því að hún sé alltaf stór og flottur viðburður. Sveitarfélagið lagði til auki fjármagn í ár í tilefni 30 ára afmæli hátíðarinnar og einnig hefur bæjarráð samþykkt að vera frítt í sund fyrir alla, bæði á laugardegi og sunnudegi á hátíðinni. Ég svo heppin að fengi að gæjast aðeins í dagskrána og hún mjög metnaðarfull og ég þori bara fullir að finna allir eitthvað við sitt hæfi. Og svo ætla ég að enda á því að það er stemt sem að staði að dagskrá fyrir humarhátíð verði borin út í hús fyrir helgi núna og hún verður að sjálfsögðu líka aðgengileg á netinu og ég mæli með bara allir fylgist með á Facebook og Instagram, þau eru alltaf svona lauma út svona nokkrum eventum. Þetta bara lítur út fyrir að vera mjög spennandi og góð hátíð.
Takk fyrir, ég ætla nú kannski að fá að nota tækifærið og taka undir þetta með Hjördísi, en líka bara minna á það að því að hafa nú talað um það hérna á Facebook hjá þeim daginn að kannski þetta bara síðasta skipti sem að hægt er að hafa bjóð upp á súpuna góðu, að upphafi þá hétin hátíðin alltaf hátíð og höfn, þannig að kannski bara þetta hátíð og Hornafirði næst eða eitthvað, ef það er engin humar, þannig að það er svolítið erfitt að vera með humarhátíð eða engin humar. En fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð. Við erum í 1087, Ásgerður Gjörsvel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi sölu á íbúðum, þá vil ég bara fagna því að það sé loksins hafi samtal sem að var óska eftir í september við akkurat Bríet og Brák sem eru leigufélög í eigu ríkisins fyrir landsbyggðina. Þannig að það er bara og hlakka til að fjalla það erindi þegar að það kemur. Það verður væntanlega fljótlega. Takk fyrir Ásgerður, fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki þá ætlum ég að bera þessa fundargerð upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykki við að gefa merki. Það er 7. Þá fyrir við í næsta lið. Það er fundargerð Bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1088. Gefa orðið laust, gjörðu svo vel. Ég ætla nú kannski að segja já, það er skipulagsnefnd nr. 59. Það er eina fundargerðin sem er þar undir. Gjörðu svo vel, einhver sem vil taka púlsinn, já, Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er hér liður 2 í þessari fundargerð sem ég langar aðeins að tala um. Það er gamla búðauglýsing vegna leigu. Þetta er ferli sem er búið að vera í gangi í nokkuð tíma. Það var auglýst húsnæðið, komið 2 umsóknir, Bæjarráð taldi að önnur umsóknin svona kæmist nær því sem að lagt var upp með og það hefur verið samtal við þá aðila frá þeim tíma, verið svolítið brokkgengt kannski vegna bara annað hjá fólki og annað slíks, en það er mjög dapurt að horfa upp á húsið læst, en þann dag í dag, nú erum við komin inn í miðjan júní og það var auðvitað hugsunin hjá okkur að reyna að koma húsinu í starf í sumar og bara sem allra fyrst. Þannig að ég veit að þetta mál er á dagskrá Bæjarráðs á morgun, en ég vil samt nefna það hér að ef að þetta fer ekki að ganga saman, að þá bara vil ég svona sátt í fræi hér inn í þennan hóp hvort að við þurfum ekki að fara að taka einhver önnur skref, að það þurfum að þess samningaviðræður eins og þeir hafa verið núna með í rauninni engu skriði nema eitthvað nýtt komið fram á morgun, því það er ekki í gögnum málsins sem að við fáum, við höfum að hafa gögn máls 2 sólarhringum fyrir fund og það er ekki hægt að átta sig á því að það hafi nokkuð gerst sem að breyti og það er líka hefur gengið aðeins svona að koma sjónarmiðum Bæjarráðs inn í samningsdrög og annað slíkt og að halda þeim á lofti. Þannig að ég bara velti fyrir mér hvort að það sé ekki að verða, ef ekkert nýtt kemur fram á morgun, að hvort það þurfi ekki að setja bara punkt og byrja á nýjum stað. Takk fyrir. Þetta Ásgerður, Sigrún hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég tek undir þetta. Þetta hefur tekið oflanga tíma. Ég átti í samtal í dag við þá sem við höfum verið að ræða við út af þessu og gerði þeim grein fyrir því að það yrði tekin afstæð á fundurum á morgun. Annarkvort myndi þetta ganga saman eða ekki og í framhaldi af Bæjarráðsfund á morgun þá verður óvissun eitt. Takk fyrir. Takk fyrir Sigrún þessi svör. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð. Svo er ekki, þá ber ég hana upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykki við að gefa merki. En 7. Þá er lagt hér fram til kynningar fundarsgerð Bæjarstjórnar Hornafjarðar, fundur 310. Við fjöllum ekkert meir hann. Já, gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að nota tækifærið og tjá mig undir þessari fundargerð vegna þess að undanfarið þá hafa útsendingar bæjarstjórnarfundar verið bara algjörlega ekki til fyrirmyndar. Hljóðið hefur verið lélegt, svo lýsing eða gardínunar, sólin, góða veðrið á Hornafirði hefur verið að gera okkur lífilegt í að myndgæðin eru líka að mér skilst á einhverjum köflum ekki góð. Þannig að það þarfnast endurskoðunar á því hvernig við erum að hafa þessa fundi og hvernig upptakan hljóðið og annað slíkt. Því að bara eins og það eru mörg ár síðan við hættum að skrifa niður og hafa eftir fólki það sem það segir hér í þessari pontu. Fundagerðin sjálfur sér segir fólki bara hver sagði eitthvað en ekkert hvað. En það eru bara nokkri fundir sem að bara er ómögulegt að kynna sér eitthvað hvað fólk var að segja. Og við fengum erindi frá íbúum, ég veit það sem er gerð athugasemd við þetta og við erum alltaf já það verður betra næsta því að það er búið að fatta að það var þetta, það var hitt, en síðan eru fundirnir ekki almennilegir, þannig að ég held að núna bara erum við að fara í sumarfrí og það þarf bara að finna út hvað er máli og laga þetta. Þannig að við getum, að fólk geti kynnt sig hvað fer fram á þessum fundum og þess að kunna varalestur. Takk fyrir þetta Ásgerður. Þetta er kannski ákveðin tilraun sem við erum að gera í dag því að er annar mikrofón, heldur vanalega og aðri gluggar og annar umhverfi. Þannig að kannski bara þurfa að halda fundina hér í Holti. En fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð, bæjarstjórnar. Svo er ekki, þá bara, við erum búin að samþykkja hana, þannig að við erum ekkert að gera það. Þá förum við lið númer 7, sem er liðið sem heitir áhyggjur af fjölgun ferðamanna, álag á innviðum. Það var gerð bókun í almannavarnanefnd og yfirfarin í bæjaráði og ég ætla að leggja hana fram. Ég ætla að lesa hana upp hér. Bæjarstjórn tekur heilshugar undir ályktun almannavarnanefndar og bæjarráðs og leggur fram eftirfarandi ályktun. Fjöldi ferðafólks eykst með hverju árinu og er öryggisviðbragð víða sveitarfélagið í engu samræmi við fjölda fólks sem dvelur hér og fer hér Bæjarráð hvetur yfirvöld til að finna tafarlaust varanlega lausn til þess að auka neyðarviðbragð og tryggja öryggi ferðafólks, íbúa og þeirra sem starfa í sveitarfélaginu. Þá lýsir bæjarráð yfir vilja til samstarfs og samtals við Slysavarnafélagið Landsbjörgu svo tryggja megi áframhaldandi viðveru láglendisvaktarfélagsins í Skaftafelli í sumar. Bókun almannavarnanefndar er eftirfarandi. Almannavarnanefnd Hornafjarðar hefur auknar áhyggjur af öryggismálum í Öræfum vegna mikillar fjölgunar ferðamanna sem fara og dvelja á svæðinu. Eina neyðaraðstoðin á svæðinu er að staðaldri er björgunarsveitin Kári. Hátt í klukkustundar bið er í viðbótar bjargir inn á svæðið ýmist frá Hornafirði eða Kirkjubæjarklaustri í 100 km fjarlægð. Neyðarviðbragð sem tiltækt er á þessu svæði er í engu samræmi við þann mikla fjölda ferðamanna sem þar dvelur og fer Yfir sumarmánuðið er mjög algengt að 1000 manns gisti í Skaftafelli yfir nótt og því til viðbótar eru fjölmargir gististaðir í Öræfum. Nauðsynlegt er að bregðast við síauknu álagi á þá viðbragðsaðila sem er á svæðinu og gera ráðstafanir til þess að stytta viðbragðstíma vegna óhappa og slysa. Aukin viðvera lögreglu, heilbrigðisstarfsmanns í Öræfum er bráðnauðsynleg og væri mikil innspýting á neyðarviðbragði. Láglendisvakt Landsbjargar hefur undanfarin ár sýnt og sannað gildi sitt sem viðbótar viðbragð þegar mesti fjöldi ferðamanna er á svæðinu yfir sumarmánuðina. Mikilvægt er að finna varanlega lausn til þess að auka neyðarviðbragð á svæðinu og mætti þar meðal annars horfa til reynslu og útfærslu sem er í þjóðgarðinum og Þingvöllum varðandi heilbrigðisstarfsmann. Þetta er hér lagt fram til umræðu. Og Ásgerður hefur beðið orðið. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sagði ykkur áðan
í fundargerð að ég var með ákveðna tillögu að bókunni, ég var að senda ykkur hann í tölvupósti. Það sem að fékk mig til þess að gera þetta er það að mér finnst bókun almannavarnanefndar, mér finnst hún svolítið löng og mér finnst hún, hún kemur inn á margt og hún stendur alveg fyrir sínu sem bókun almannavarnanefndar. En ég var að hugsa að þetta er auðvitað, við erum að tala um fleiri þætti og þá bara sem til að þá það sem ég sendi ykkur og þá geti ég séð að bæjarstjórn getur tekið undir bókanir bæði almannavarnanefndar og bæjarráðs, en svo spurning hvort að við viljum gera styttri og hnitmiðari og víðari bókun bæjarstjórnar sjálfar. Og þá er hér tillaga með leyfi forseta, ef ég að lesa það upp. Bæjarstjórn hvetur ríkisvaldi til að huga grunninnviðum í samfélaginu, til dæmis með öflugri löggæslu til að tryggja öryggi íbúa ferðafólks á svæðinu. Að manna heilbrigðis- og viðbragðsþjónustu með þeim hætti ávallt séu að minnsta kosti 2 læknar að störfum í sveitarfélaginu á hverjum tíma og að mönnun annarra heilbrigðisstarfsmanna sé einnig tryggð. Þá leggur bæjarstjórn áherslu á að láglendisgæsla Slysavarnafélagsins Landsbjargar sé til staðar yfir sumarið í Öræfum eða heilbrigðisstarfsmaður á vegum HSU sem sinnir bæði íbúum og ferðafólki. Þá hvetur bæjarstjórn Vatnajökulsþjóðgarð til að huga að öryggismálum á sínu vettvangi og að auka við landvörslu í takt við þann mikla fjölda gesta sem sækja þjóðgarðinn heim. Og hér lýkur þessari tillögu. Það er auðvitað, þetta er bara grunnur sem að hægt er að breyta og bæta ef fólk vill eða bara hafna ef þannig brundir. En það sem að ég til að sé eitt bara af alvarlegustu málunum sem að er í gangi hér í þessu samfélagi í dag er bara mönnun þjónustunnar. Heilbrigðisstofnunarinnar. Það er einn læknir sem er hér núna á vakt í nokkrar vikur og það er bara, þetta er það almannavarnar ástand í rauninni og það er, mér finnst bókun almannavarnanefndar ekki taka því, en þetta eru, það er umferðin og það er ýmislegt fleira og það sem að fólk hefur verið að taka dæmi það að ef að það verður slys einhvers staðar, læknir þarf að fara og einhver fær hjartaáfall einhvers staðar. En sem betur fer, þá erum við nú mörg og heldur bara stór hluti samfélagsins er þannig innréttaður að hann fer á skyndihjálparnámskeið. Kann fyrstu viðbrögð, hjartahnoð, annað slíkt og það er heilbrigðisstarfsfólk út um allt. Það sem ég hef líka á að gera er bara þessi almenna heilbrigðisþjónusta. Þegar þú ert orðin þreyttur, þegar þú ert búin að standa vaktina í 2-3 vikur, að þá kemur eitthvað til þín með eitthvað sem að þú bara, ef þú fær svefn á nóttinni og bara 2 daga í frí í hverju viku og annars slíkt er bara ekkert mál að vinna með, en þá fara svona basic hlutir kannski bara að detta út. Og þetta er einhverjir sem að sækja sér ekki þjónustu af því þeir eru að vilja ekki valda ónæði. En auðvitað eiga allir þeir sem eru með veikindi, við erum með bráðveikindi og annars slíkt að leita sér þjónustu. En þetta við erum bæði að segja við fólk, takið tillit en komið samt. Og það er svolítið erfitt fyrir einstaklinga að meta þetta. Og eins og ég kom inn á áðan með Vatnajökulsþjóðgarð að mér finnst þetta vera, þetta er stærsta aðdráttaraflið okkar, þjóðgarðurinn. Það eru stærstu staðirnir sem að fólk er að heimsækja. Og ég veit að það er ekkit, ef það væri hægt að klikka fingri og fá lækna til að koma, þá bara verður komnir. Því að það er mikil starf unni til þess að reyna að fá lækna á staðinn, en þeir eru kannski bara ekki í boði. En þá getum við með bara landvörðum sem eru þjálfaðir í fyrstu hjálp, eru vettvangsliðar eða annað slíkt, og með þá getur þjóðgarðurinn kannski dekka svolítið vel sitt svæði og til allrar hamingju þá erum við með frábært fólk að víða í sveitarfélaginu. Ef það væri tekið saman bara í Öræfunum hjá einstaklingum þar, búsettum og starfandi, að þá er þarna bara frábærir vettvangsliðar og bara fólk með, það eru þarna hjúkrunarfræðingar, það eru sjúkraflutningafólk og fólk með bara alls konar menntun sem er í öðrum störfum en mynda sjálfsögðu í neyð bregðast við, bara alveg eins og við gerum öll þegar við komum að neyð. En þetta eru grunninnviðir, þetta eru þættir sem snúa að ríkinu. Ég veit að lögreglan er að bæta í og er með aukna
löggæslu, frábært, en við verðum að íta hinum. Þannig að þetta svona tillaga til að vinna með, eða viljið. Já, takk fyrir þetta. Tökum þessa tillögu. Skoðum útvarsla þessu öllu saman. Eyrún, gjörðu svo vel, þú beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að taka undir. Mér finnst bókun Ásgerðar tillagan mjög góð og hvet okkur öll helst þjóðar til að taka undir hana. Þá langar mig að hvetja að við beinum því kannski beint til ráðherra þessara málaflokka, annars vegar til heilbrigðisráðherra að efla heilbrigðisþjónustu á landsvísu og einnig til umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að efla þjóðgarðinn út af þessum öryggismálum og væri til í að bæjar sem tæki undir það. Takk. Takk fyrir kærlega, Sigrún, þegar þú buðum orðið. Gjörðu svo vel. Takk, Guði, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sem að ég nú formar almannavarnanefndar og átti svona frumkvæði því að taka þetta mál upp og semja bókun, að þá vil ég bara taka undir margt sem hefur komið fram. Nú að verða bráðum 1 ár frá því ég kom hingað og ég í raun og veru bara, ég hef og við öll svo sem bara höfum miklar áhyggjur af viðbragðinu. Þessir öryggisinnviðir eru bara geysilega þandir hjá okkur. Og eftir samtöl mín, hvort sem það í Öræfum, Suðursveit eða út í Lóni eða bara inn á Höfn, þá heyrir maður alveg magnaðar sögur. Álagið á Björgunarsveitina Kára á mikið, Láglendisvaktin hafði hugsað sér að vera ekki með vaktina en ég á nú von á því að það gangi ekki eftir í Skaftafelli. Og við erum 2550 íbúar og á hverri nóttu eru rétt tæplega það sem að gista hjá okkur, bara á gististöðum og hótelum. Og síðan eru allir bílarnir, tjaldvagnarnir, mögulega 1000 manns í Skaftafelli á svæðinu fyrir utan önnur tjaldsvæði. Og við verðum að standa saman og beita okkur samstillt fyrir því að fá hér miklu öflugra öryggisviðbragð. Það gríðarlegur fjöldi hérna sem að fara í gegn og hjá okkur á hverjum einasta degi, allan ársins hring, og ég tek undir alveg hjartanlega með ykkur það sem að þið hafi sagt og mér finnst bókunni hjá þér, Ásgerður, hún bætir í raun og veru líka því við sem að þarf að kannski huga að sem að ekki kom fram hjá almannavarnanefnd og bæjarráði og við þurfum að standa saman þarna og breyta stöðunni. Takk. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég tek bara heils hugar undir þessa bókun Ásgerðar og hef engu við hana bæta, þannig að ég samþykki hana. En bara eins og hefur komið fram, þá gríðarlegt álag á innviðina hjá okkur út af fjölgun ferðamanna og ekki síst á innviðina sem að tengjast heilbrigðismálunum og auðvitað skortur á innviðum þar náttúrulega bitnar á ferðamönnum en ennþá frekar af íbúum sem að búa hérna á svæðinu og borga útsvar til sveitarfélagsins og skatta til ríkisins. Þannig að það þarf að tryggja að þeir fái þá þjónustu sem að þeir þurfa. Og það væri mjög áhugavert að vita og þið bara rengið mig ef ég er að fara með rangt mál en já og spyr, eitthvað stefna hjá stjórnvöldum varðandi fjölgun ferðamanna og hvernig menn ætla að hafa við að styrkja innviðina og ekki síst innviðin sem tengjast heilbrigðismálum. Það væri mjög fróðlegt að vita hvort þetta verði bara algjörlega óheft næstu áratugina og menn ætli að það verði 10-15% aukning ferðamanna ár hvert og hvernig menn ætla að leysa það allt saman. En ef það til ykkur stefna sem hægt að lesa varðandi þetta, þá með ég endilega vísa mér á hana, en hans takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Björgvin. Fleiri sem vilja taka til máls? Hjördís mín, fyrirgeðu, gjörðu svo vel. Ég var svo ægilega vinstrisinnaður þarna. Forseti og getur bæjarfulltrúa, mér langar bara að leggja smá orð í belg varðandi þessu umræðu og þetta er bara graf alvarlegt mál og mér langar að taka undir með Björgvini varðandi líka sko íbúa sveitarfélagsins. Eins og staðan er til dæmis bara akkurat núna varðandi skort á læknum og bara hjúkrunarfólki almennt. Þó svo þessi fyrstulega bara rosalega mannauður náttúrulega sem við höfum hérna í Örum og á Höfn og hérna allstaðar að hjúkrunarfræðingar að vinna í þessu og hinnu og læknar. En þau eru samt ekki að vinna í því. Þau eru bara að vinna í einhverju allt öðru en auðvitað koma að neyð og öllu svoleiðis eins og við myndum flest gera og leggja sér alla fram sko. En þetta er bara eitthvað sem við verðum að bara virkilega leggja okkur fram í að halda á lofti. Þetta er svona eins og tikkandi tímasprengja að mínum mati. Takk fyrir. Fleiri sem vil taka til máls hér? Ok. Bæjarstjórn er samþykkt því að taka undir heilsugar undir ályktun almannaverndar og bæjarráðs. En við bætum það við bókuninni frá Ásgerði, en hinn stendur, ekki rétt skilja hjá mér. Hún er búið að birta hana á fjölmiðlum og öðru þannig. En þið eru sammála því, ágæta bæjarstjórnar fólk, að bæta þessari bókun sem Ásgerður var að senda á okkur, bæta henni við og gera hana okkar bókun líka. Ef við bera það upp til atkvæða, þá bókun, þess að því samþykkir, svo það er 7. Eigum við þá að bara halda áfram með, eða þurfum við að kjósa þessa bókun líka, að sem sagt báðar. Nei, segir Bryndís, þá bara höldum áfram. Þá erum við komið 2 bókanir hérna, ályktanir, þetta er glæsilegt. Þá förum við í lið númer 8 sem er Holt á Mýrum, breytingu á aðalskipulagi. Bæjarstjórn samþykkti óverulega breytingu á aðalskipulagi við Holt á Mýrum. Skipulagsstofnun óskar eftir skýrari svörum fyrir því að breyting sé óveruleg. Skipulagsstofnun telur að miðað við umfang heildar uppbyggingar á svæðinu þurfi bæjarstjórn að taka afstöðu til þess hvort stefnt sé að skilgreiningu þéttbýlis á svæðinu, þar sem eftir breytingu aðalskipulagi verður heimilt að byggja alltaf 30 íbúðir á svæðinu. Rökstuðningur sveitarfélagsins byggir á gátlista skipulagsstofnunar og kemur fram að samtals verða 26 íbúðir á 3 deiliskipulagslögum í 12 í landi Holts og 1 í landi Hólabrekku og 13 í landi Kiljuholts. Ekki er allur landnotkunarreiturinn deiliskipulag verður heimild til byggingar á 4 íbúðum í viðbót. Og bjóð okkur að ræða þessa breytingu á aðalskipulagi. Svo er ekki, ég legg því til að bæjarstjórn samþykki framlögð svör sem þið hafið í höndum og felið starfsmönnum að senda þau til skipulagsstofnunar Íslands skeiðamerki, þessum við þessu samþykkir. Það er 7. Þá förum við í lið númer 9 sem er deiliskipulagur Reynivelli, Efribær. Bæjarstjórn samþykkti þann 10. febrúar 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Reynivalla Efribæjar í Suðursveit. Deiliskipulagi tekur til núverandi bæjartorfu og meðal annars afmarkaða lóðir og byggingareitir fyrir frístundabyggð, smáhýsi og skemmu fyrir búfé og vinnuvélar. Gerð er grein fyrir fjölda gesta á svæðinu nýjum og núverandi húsum og á svæði fyrir stöðuhýsi. Tillagan var auglýst frá 29. febrúar með athugasemda fresti til 11. apríl 2022. 5 umsagnir bárust eftir auglýsingu var gerð fornleifaskráning á svæðinu og skipulagsgögnum breytt í samræmi við skráninguna og óskað var eftir nýrri umsögn Minjastofnunar Íslands þar sem meira en ár er liðið frá því að umsóknarfrestur vegna deiliskipulagsins rann út þarf að auglýsa deiliskipulagstillöguna að nýju. Bjóð okkur að ræða þetta eitthvað? Nei, því ég legg því til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa deiliskipulagstillöguna að nýju og vísa henni lögformlegt ferli. Íslands skeiðamerki sem er þessu samþykkir. Það er 7.
Þá förum við í liður númer 10 sem deiliskipulags hafnarsvæðis við Krossey. Óskað eftir að bæjarstjórn samþykki að hefja megi vinnu við endurskoðun og deiliskipulagi við Krossey. Bæjarstjórn fulltrúar samþykkir þessu án umræðu eða vil ég taka umræðu? Til að gefa okkur síðasta nei, þessu samþykki vinsast gefa merki. Takk fyrir. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið númer 11 sem Hofsnes bær umsókn stofnun landeignar. Umsókn Egils Rúnars Sigurðssonar stofnun 4 hektara lóðar og landi Hofsnes samkvæmt framlögðum uppdráttum. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd stofnun lóðar enda samræmist hún skipulagsáætlun. Stofnun lóðarinnar á ekki að hafa áhrif á búrekstrar skilyrði jarðarinnar. Bjóð okkur að ræða þetta. Svo ekki því legg ég til að bæjarstjórn samþykki stofnun lóðar úr Hofsnesi. Íslenska merkið eru samþykk. Það 7. Þá förum við í lið númer 12 og ég bara ætla að vera alveg handviss það að ég er vanhæfur í því, þannig að ég ætla að víkja. Og hann Björgvin vék líka, þannig að það eru 5 eftir. Gott. Grenndarkynning, þetta er mál nummer 12. Byggingarleyfis umsókn Álaleiðar 5, nýtt iðnaðarhús. Grenndarkynning vegna breyting á teikningum að Álaleiðar 5 hefur farið fram, engar athugasemdir bárust. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við að gefið verði út byggingarleyfi á grunni grenndarkynntra gagna. Einhver sem vill taka til máls? Svo ekki. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki grenndarkynningun og gefið verði út byggingarleyfi. Þeir sem eru því samþykkir vinsast gefa merki. Samþykkt með 5 atkvæðum og ég bið forseta bæjarstjórnar að taka aftur við stjórn. Þakka þér fyrir, frú varaforseti. Leysa með hólmið hann. Þá förum við í lið númer 13 sem byggingarleyfis umsókn Hafnarbraut 16, endurbygging og viðbygging. Bæjarstjórn samþykkti breytingu á Hafnarbraut 16 og á 301. fundi sínum. Nú hefur komið í ljós að endurbyggja þar hluta hússins og óskað var eftir breytingum á húsinu. Grenndarkynning á breytingunum hefur farið fram og 2 athugasemdir bárust og búið að bregðast við þeim. Bjóð okkur að ræða þessa byggingarleyfis umsókn. Svo ekki því ég legg til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi grenndarkynningu og að byggingarleyfi verði gefið út. Íslenskt gefa merki. Það samþykkt með 7. Þá förum við í lið númer 14 sem umsögn Karlsbrekka stofnun 5 lögbýla. Landeigendur að Karlsbrekku óska eftir umsögn sveitarfélagsins Hornafjarðar á stofnun lögbýla á 5 fasteignum sem stofnaðar hafa verið en upprunajörðin bær í Lóni. Og þá lóðirnar eru Karlsbrekka, Karlsbrekka 2, Karlsbrekka 3, Karlsbrekka 4, Karlsbrekka 5. Landsbildurnar eru allar innan skilgreinds landbúnaðarsvæðis. Í gögnin kemur fram að tilgangur eiganda sé að stunda það skógrækt. Við okkur að taka til máls þessa tillögu. Svo ekki legg því til að bæjarstjórn veiti jákvæða umsókn gera ekki athugasemdir að stofnun sé lögbýli á spildunum enda eru þær á landbúnaðarsvæði samkvæmt aðalskipulagi. Þessi samþykki vinsast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við í lið númer 15 sem fundir bæjarráðs og bæjarstjórnar næstu vikurnar. Hér lögð fram tillaga að bæjarstjórn verði í sumarleyfi í júlí. Lagt til að bæjarstjórn veiti bæjarráði fullt umboð til afgreiðslu mála þar til bæjarstjórn kemur aftur til starfa. Hún býður okkur að ræða tillöguna. Svo ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða. Íslands gefa merki þess sem hann samþykir. Það samkvæmt með 7. Þá förum við í 16. lið sem kosningar í nefndir fyrir árið 2022-2026. Skúli Ingibergur Þórarinsson víkur úr umhverfis- og skipulagsnefnd og lagt til að Eyrún Fríða Árnadóttir taki sæti hans í stað. Þessum þessi samþykkir Íslands gefa merki. Það samþykkt með 7.
Þá hefur dagskráin verið tæmd og þá tek ég hérna fína hamarinn maður og slít þessum fína fund okkar hér í Holti. Takk fyrir.